Hér komin valinkunnur hópur tómafólks. Árni Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður, Agnes Bragadóttir, blaðamaður, Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður og Hallur Magnússon, ráðgjafi, sérfræðingur þessa þáttar í húsnæðismálum í dag. Við ætlum að fara svona, kannski svona í eitt og annað hérna. Ég ætla að byrja á þessum efnahagsmálum svolítið, Árni, beina málum minni til þín. Það er kannski eitt sem maður að pæla í þessu og sem ég veit að fólk að pæla í, það er hvernig þetta kemur á heimilin í landinu og hvernig þetta kemur á fólki. Nú hefur Íslandi verið lýst sem stórum vogunarsjóði eitruðum stórum og eitruðum vogunarsjóði í erlendum fjölmiðlum. Ég sá einum blaði, þá var að tala um Íslensku bankann og það var að tala um bara ekki geyma peningana inn í ykkar í einhverju sem kallar fiskibanki eða fissibanki. Það er svona talað um Íslensku bankann í útlöndum. Ég veit ekki, en það alvarlegast við þessa kreppu, ef við eigum að kalla þetta kreppu, sem ég efast nú um, það er hvað áhrif þetta hefur á launafólki í landinu, almenningi. Það er það alvarlegasta í þessu og ég held að ríkisstjórnin verði að grípa til einhverju ráðstafana til þess að létta þessu fólki þessa þrautagöngu. Síðan vil ég nefna það að stóra málið í þessu er í raun og veru stærð íslensku bankana. 3 bankana, þessir stærstu, Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing, þeir eiga núna í skráðum eignum 11.000 milljarða króna. Þessi stærð er í samanburði við önnur lönd, þá eru þeir gríðarlega stórir með mannfjölda hér og kannski nálgast það verið eins og í Sviss. En ég heyrði í Eddu Rós Karlsdóttur, sem að mér finnst nú einhver hæfileikaríkasti greinir bankana í dag, tala mannamál, þannig að það er hægt að skilja hana. Og hún nefndi það að þessi stærð bankana miðað við samfélagið sem starfa í er með nokkur málíkindum. Það er einsdæmi í raun og veru í fámennu landi með óburðugan gjaldmiðil. Það er vandi og þessi gjaldmiðill, hann er ekki tekinn sem greiðslumiðill í flestum löndum og nær engu landi. Og hún, hennar skoðun er svo að þetta dæmi mun ekki ganga upp. Vöxtur bankana hefur staðvast miðað við núverandi aðstæður, þannig að þar verður engin þróun á næstunni. Og meðan Seðlabankinn opnar ekki dyr sínar betur fyrir bönkunum við aðstoða á, þá verður þetta bara status quo meðan að þessi bylgja gengur yfir. Agnes, Ísland, risastór eitraður vogunarsjóður, menn í hvað erum búin að koma okkur? Já, ef ég vissi það nú, og svo fer þetta náttúrulega allt eftir því hver á í hlut, hver er að fjalla okkur hverju sinni, af því að við höfum líka séð fréttir erlendis frá sérfræðingum sem sérstaklega hafa kynnt sér stöðumála og segja að við séum með allt og hátt skuldatryggingarálag miðað við stöðu bankana, segja að efnahagurinn á Íslandi gefi ekki tilefni til þess að hafa svona miklar áhyggjur, samanber fréttirnar frá Bretlandi núna í vikunni. En þið á Mogganum hafið einmitt verið að flytja þessar fréttir af þeim sem eru að gera atlögu við íslensku krónuna. Já, við gerum hvoru tveggja. Erlendis og innanlands og í útlöndum. Við erum náttúrulega fjölmiðill sem endurspeglar það sem er að gerast hverju sinni og okkur ber skylda auðvitað til að upplýsa hvað er sagt okkur erlendis, bæði jákvætt og neikvætt og við erum bara að endurspegla það sem við heyrum. En auðvitað eru áhyggjur á ritstjórn eða allavega hjá leiðarahöfundum Morgunblaðsins og þeim sem stjórna stefnu Morgunblaðsins að því hver staðan er og hvað sé í rauninni eðlilegt að gera. Ég nefni nú bara sem dæmi leiðarana bæði í gær og í dag stöðuna, verðbólguna og hversu mikið lífsspursmál það er að ná tökum á verðbólgunni. Sigurður, er þetta alvarlegt ástand? Já, mér finnst það fréttum allavega. Jú, það er augljóst og það er rétt að gjaldmiðillinn, svo kom hérna fram í áðan, gjaldmiðillinn er veikur, þetta er reyndar ekki gjaldmiðill, ég meina ekki Jack Petri Thorstensinni á Bíldudal að hafa gjaldmiðil á sinni tíð þar. Það var ekki nógu stórt samfélag og Reyndar það? Já, hann var með gjaldmiðil á Bíldudal, sko. Það gekk ekki upp. Og Ísafirði líka, það var búin til krónu. Já, það gengur ekkert upp í 300.000 manna samfélagi með mjög stórt bankakerfi að hafa þennan gjaldmiðil, þannig að vera að fresta þeirri umræðu í hið óendanlega alltaf hvort að tengjast öðrum gjaldmiðli að taka upp annan gjaldmiðil, því það er alveg möguleiki að taka upp aðra gjaldmiðla sem hafa einhvern gildi. Þannig ég held að ef það er kreppa á Íslandi,
þá er hún á stórum hluta til heimatilbúin. Seðlabankinn hefur ekki unnið sína heimavinnu. Hann hefur verið að horfa hérna alltaf á verðbólgumarkmið sem þetta mjög göfugt að gera það. Það lögbundið hlutverk hans, er það ekki? Jú. Og en hann hefur ekki verið að safna gjaldeyrisvarasjóðum. Seðlabankinn hefur ekki getað lýst yfir því að hann gæti stutt við íslensku bankana ef að krefti eins og seðlabankar í svona almennlegum ríkjum hafa verið að gera, til dæmis í Bretlandi. Þar hefur verið stutt við bankana og bara á fimmtudaginn fyrir páska þá voru allir bankastjórar stóru bankana bresku og fundi með seðlabankana þar til að spurja seðlabankana því hvað getið þið gert fyrir okkur þegar kreppir að. Þetta ótti bara alveg sjálfsagt og það var verið að tala það. Það rýmka veðheimildir bankana til að taka lán hjá seðlabankana sem þeir gátu fengið bresk pund. Hér getum við alveg örgulega fengið nóg að lána íslensku krónum. En við getum ekki notað íslensku krónuna. Það vandamálið. Veðheimildirnar eru líka mjög strangar. Já, en það endur með þær. Þó svo að vera þetta vikaðir, þá færðu bara krónur. Og þú hefur bara lítið með krónurnar að gera. Hallur, þú ert svona spesialisti eins og ég sagði í húsnæðismarkaðnum. Það er ekki komið að neinu hruni kannski, en það er bara algjört stopp á húsnæðismarkaðnum. Það er ákveðið stopp, já, og það er ekki undrað þegar bankarnir draga sig alfarið út af markaðnum. Eru þeir bara farnir út af markaðnum? Þeir eru bara farnir af markaðnum og hafa ekki verið þetta dálítið tíma og þetta er ekki fyrsta sinn sem það gerist þótt að stoppið hér áður hafi verið styttra og ekki smikið, ekki eins herkalegt. Það er greinlega þeir eru bara ekki að lána og ég heyri það fasteignasölum, þú færð ekki lána bönkum. Á sama tíma halda stjórnvöld utan Íbúðalánasjóð og hefta hans möguleika til að gera það sem hann þarf að gera. Nú væri rétt að tækifærið að afnema gersamlega úrelt viðmið við brunabótamat. Stjórnvöld hafa sagt á undanförnum árum að það var ekki tímabært vegna þess að þú liðkar ekki möguleika til þess að fá lán og veðsetningu í Íbúðalánasjóði í þeirri þenslu á fasteignamarkaði. Nú er hann bara steindauður, hann er ískaldur. Þannig nú er rétt að tækifærið. Þú liðka viðmiðið í brunabótamat, skilur þetta eins út? Málið er það að þótt að menn hafi verið og Jóhanna þegar hún tók við sem félagsmálaráðherra að það fyrsta sem að Sjálfstæðisflokkurinn gerði var að pína hana til þess að lækka hámarkslán Íbúðalánasjóðs úr 90% í 80%. Fólk kynni að halda að það verið að ræða 90% af markaðsverði eigna. En eins og verður hefur verið hér undanfarin ára á höfuðborgarsvæðinu, þá er 90% af brunabótamat. 100% brunabótamat. Sem er miklu lægra. Miklu lægra og við erum að sjá tölunum niður fyrir 50%. Og það voru ákveðin rök fyrir því þegar þenslan var sem mest að aðeins að reyna að tempra þetta gegnum Íbúðalánasjóð. Vandamálið þá var hins vegar að það skipti engu máli en þess að bankarnir komu og dældu út lánum til þeirra sem vildu hafa langt umfram það sem Íbúðalánasjóður gat gert. Þannig þessari stöðu sem við erum núna og til að koma í veg fyrir þetta hrun sem að gæti orðið ef að stjórnvöld grípa ekki inn í, það er í fyrsta lagi að afnema þetta viðmið við brunabótamat. Það gerir það verkum að þá getur fólk nýtt lán Íbúðalánasjóðs til að kaupa húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. En ef ég vil kaupa íbúð núna, þá er Íbúðalánasjóður eini aðilinn sem myndi vilja lána mér? Nánast, ekki nema að þú sért því betur stæður. Og það er enda fleiri heldur bara brunabótamatið, hámarkslán Íbúðalánasjóðs, og mann gleyma því að það er hámarkslán þar sem hefur haldið niðri hér áraræðir og sem gaf þá bönkunum gott svigrúm til þess að komast inn á þennan markað og lána óendanlega mikið, sem við erum reyndar að súpa segið af núna, að það er í 80 milljónum. Ef að það væri á því nótum sem að gert það ráð fyrir að það yrði að hækka í takt við fasteignaverð, þá ætti það að vera í kringum 25 milljónir. En þú segir einhvers staðar á bloggiðinu að Íbúðalánasjóður eigi bara að fara að lækka vexti? Já, Íbúðalánasjóður... Getur hann það meðan allir vextir stefna? Málið er það, Íbúðalánasjóður, hann funkar allt öðruvísi. Hans útlánavextir taka mið af þeim kjörum sem að íbúðabréf frá á fjármálamarkaði og ef að lækkar ávöxtunarkrafa þar á íbúðabréfum, þá verður Íbúðalánasjóður að lækka þessa vexti. Hann kemst ekki hjá því, það er hans lögbundna hlutverk. Og það er kannski ástæðan fyrir því, ég ætla ekki að segja það að það sé, en margan kynni að gruna það að það hafi verið þrýstingur af stjórnvöldum á stjórn Íbúðalánasjóðs að fara ekki í útboð á íbúðabréfum vegna þess að þá myndu vextir á lánum Íbúðalánasjóðs lækka. Og með við stöðuna núna á föstudaginn og hefði farið útboð þar og tekið
í hestaflokkunum, þar sem hestahæf ávöxtunarkrafan þá færu vextinni í 5,05. Ef við tækjum stuttaflokknum sem að nú ennþá lægri, þá væri 4,80. Já. Og annað, Íbúðalánasjóður gefur út ákveðnar áætlanir útgáfu og útboð á hverju ári. Það hefur ekki farið í eitt einasta útboð á þessu fyrsta fjórðungi ársins. Sigurður, ég ætla að fara í annað. Sigurður, hvað gift? Og hvað fórstu með gift svona mikið á heilanum? Ég ekkert með á heilanum. Skrifandi greinar í blöð fram og aftur Nei, ég bara lögfræðingur sem að gæta hagsmuna nokkra fyrrum tryggingataka hjá Samvinnutryggingum. Hverjir eru það? Skjólstæðingarnir. Já. Það bara fólk vestur á fjörðum. Tryggingatakar. Tryggingatakar, það segja fólk sem vátryggði bílana sína og hús og það er hægt að sjá það í brefum sem ég skrifaði sjónum fyrir sem ég skrifaði vátryggingafélaginu fyrir hverju að vinna og reyndar fer þeim fjölgandi með hverjum degi sem vilja ég vinni fyrir þá en ég hef ekki ennþá látið við það sitja að skrifa fyrir þá sem að báðu mig þegar ég var vestur á Þingeyri í fyrra þegar að fréttin kom af aðalfundi Eignarhaldsfélags Samvinnutrygginga. Þú lýsir þessu sem einhvers konar svikamyllu? Nei, ég ekki að lýsa sem svikamyllu. Það víðsfæri. Ég hins vegar þeirra skoðun og ég nú ekki eini Íslendingur sem þeirra skoðunar að Samvinnutryggingum hafi átt að slíta árið 1989 þegar að Tryggingastofn félagsins var fluttur yfir til Vátryggingafélagsins. Það Gísli Jónatansson, kaupfélagsstjóri á Fáskrúðsfirði, mikill framsóknarmaður og samvinnumaður, sammála mér, hann skrifaði það í Morgunblaðið í fyrra líka og síðan eru líka sambandsmennirnir sem voru inn í gamla SÍS, SÍS ennþá til upp í Borgarnesi og SÍS fulltrúarnir kusu í fulltrúar á Samvinnutryggingu í gamla daga. Á þessi tengsl var rofið og nú þetta bara einhvert sjálfskipað fulltrúarráð sem í sitja frú Valgerður sem var hér áðan, Finnur Ingólfsson, Drífa Hjartardóttir og einhverjir nokkrir aðrir, kosnið til 3 ára í senn og mega sitja 3 kjörtímabil, en þeir geta setið í 9 ár. Og hver kjósaðu? Þeir sjálfir. Þeir sjálfir. Mér langar að skjóta inn í að fyrir allangu þá skrifaði ég grein í Morgunblaðið sem að hét Hvað varð eignin SÍS? Og ég held að ég hef aldrei fengið eins mikil viðbrögð við nokkru sem ég hef skrifað. Því að fyrrverandi starfsmenn hjá SÍS, þeir hringdu í mig, þeir sendu mér tölvubréf og svo framvegis og ég hef núna undir höndum geysilega mikil gögn það hvað varð eignin SÍS og væntanlega þá get ég skýrt frá því fljótlega, ég ætla að bíða eftir frekari gögnum. Þetta mjög spennandi, það bara hurfið, það gufuð upp. Það eina sem eftir var, það var þessi sjóður sem að Sigurður að berjast. En þetta sama ágerðist í Rússlandi, að menn tóku eignir einhvers svona báks sem var ríkið í Rússlandi og flokkurinn og fóru með það í... Ég ætla ekki að... Það er ekki mín orð. Vitna í samliði verkir af Sæsel. Frægustu greinar bara... Má ég þá bara ekki rifja upp hvað varð eignin SÍS að mannstu kosta á stórum hluta með því að benda ykkur á greinaflokk sem að ég sjálf skrifaði, endalok sambandsins. Það var nú gerð ansi ítarleg grein fyrir því, en við erum ekki að tala saman hlutin, Sigurður og ég. Ég að tala hinnar efnislegu eigur sem voru í fyrirtækjum og skuldum, en Sigurður að tala sjóðasöfnunina, ekki satt. Og það óuppgert og ég algjörlega sammála Sigurði held ég í því að þarna eru ofboðslega miklir fjármunir án, sem sagt, fjárhaldsmanns raunveruleg sem á Það var eigið fyrir þessa félags í fyrra þegar héldu aðalfund voru 30 milljarðar. Og það er rýrna mikið. Það var rýrna svolítið síðan sko. Þú varst nú að spyrja reyndar í þessum greinum hvað þið orðið fjárfestingarnar í Exista og fleiri. Já, ég menna vitu þetta sko, en það sem að ég hef alltaf verið að tala og mun tala það að bara 1989 þegar Brunabótafélagið sem nú annað svona apparat sem enginn veit hvar liggur og Samvinnutryggingar hættu að starfa sem tryggingafélög og tryggingastofnunum voru færri til VÍS, þá átti að gera þessi félög upp vegna þess að þetta voru gagnkvæm félög þar sem að félagsmennirnir báru að vissu leyti ábyrgð og þeir eiga óumdeilt eignarrétt í þessum félögum og áttu og þeir fólu engum mönnum sem höfðu unni hjá sambandinu að fara með þessar eignir. Bara þeir sem tryggðu? Já, bara þessi tryggðu. Pappi og mamma og... Helga S. Guðmundsson og þeim var ekkert fanlega að fara með þessar eignir. Þannig að pappa með mjög að þá tryggði faðir minn heitinn hjá Samvinnutryggingum og hefði vantarlega verið að fá greiddan þá út hlut núna. En hann lifði það ekki, því miður.
það kann að hafa verið rök fyrir því og getur verið sammála því að það verið æskilegt að erfingjarnir fengju þennan hlut greiddan út núna og það leiðandi væri ég væntanlega að fá einhverja krónur þegar það kemur. En ekki gleyma því að þetta verið gengur samvinnutryggingar. Þetta var eins og Sigurður benti á brunabótafélagi líka og það kann að vera að það hefði átt að leysa þetta upp á sínum tíma. Það var ekki gert. Og mér finnst reyndar Sigurður vera dálítið glannalegur í greininni sinni hér þar sem hann að skjóta á félaga sem Finn. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem hnútukastum milli þeirra minni mig. Þið leiðréttið mig að það hefur einhvern tímann áður tekist á. Að ég sé hvergi í greininni þar sem hann var reyndar aðeins að skýra út núna að hann staðhæfir hér umboðslausir menn, umboðslausir fulltrúar. Og ég hefði gjarnan viljað sjá það betur rökstutt í greininni. Ég ekki að taka vörnum fyrir þetta þannig. Ég ekki að segja að þið séu það ekki. En allavega það ekki. Allavega að ekki gerir í þessari grein hérna, kann að vera. Og ég held að það sé mikilvægt að fá úr því skorið lagalega séð. Ekki í blaðagreinum í Morgunblaðinu sem hægt í það minnsta að snú út úr að segja að hann sé að ráðast menn sem hann ekki sammála og gera það á svona hættum forsendum. Enda fekk hann pilluna tilbaka frá Finni Ingólfssyni sem að bent á það að Sigurður hefði verið einhver vafa sem við viðskiptum hjá Sparisjóði Hafnarfjarðar og það alveg ljóst að allavega í þeirri stöðu að þá samkvæmt seinni grein Sigurðar að þá var hann yfirheyrður í stöðu sakbornings í því og eitthvað fyrst í það og það var mjög gaman að fá út úr því alveg og þá skipta engum alveg fyrir samvinnutryggingar eða það var mjög gaman að fá hvernig það verið en aðeins kannski með brunabótafélagi líka það er hans öðru sem er brunabótafélagi sveitarfélögin voru stór hluti af því en þar voru líka aðilar sem gætu með gagnkvæma tryggingu og mér skilst að strategían sé það ég ætla ekki að fullyrða það en hún sé það sé verið að bíða eftir að þeir sem kynnu og eiga rétt á því þeir hverfi við móðuna miklu þannig að það sé unnt að skipta því stóra eignarfélag milli sveitarfélaganna. Ég er búin að heyra þá kenningu en ég veit ekki hvort hún rétt ekki. Ljótt og satt hérna ég reyndar, veit ekki hvort ég á aðeins meira tími þetta Sigurður, viltu skýra þetta aðeins? Nei, ég meina, ég er búinn að skýra því Ég ætla reyndar að nefna eitt það er ýmislegt svona skrítin fjármálaskandalar í gangi og það er annað málið til með Spron hvernig menn að lenda því, Árni? Það er mikið stórmál Spron og náttúrulega áhöldum hvernig það endar en ég vil nefna það að skömmu áður en Spron fór á markað þá seldu 3 stjórnarmenn, sérstaklega 2, stóran hluta af hlut sínum í Spron. Og ég hygg að kaupgengið hafi verið einhverjum á milli 19 og 20 krónur. Þannig að þessi heildarsalan nam tæplega 4 milljörðum króna. Ég hef gagnrýnt þetta mjög harkalega og meðal hans rætt þetta við Guðmund Hauksson, sparisjóðsstjóra. Hann hefur reynt að verja sitt fólk og bara eðlilegt og gerir það vel. En ég held að það sem hafi gerst þarna er það að stjórnin hefur litið til bréfs sem kom frá fjármálaeftirlitinu og túlkað bréfið með sínum hætti. Það er að segja að þeim bæri ekki að tilkynna þessi kaup eins og ástandi var. Síðan held ég að það hefur verið Vilhjálmur Bjarnason sem að sendi fjármálaeftirlitinu bréf og óskaði eftir frekari skilgreiningu og skýringu. Og ég hef séð þetta bréf sem að fjármálaeftirlitið sendir frá sér og þar er í raun og veru önnur túlkun heldur en í upprunalega bréfinu sem er frá 2004 held ég júní. Og þetta kann að vera löglegt en að mínu mati er þetta siðlaust eins og var staðið að þessu. Og þetta auðvitað menn líta á því fyrsta lagi þá eru stjórnarmenninir að senda þau skilaboð út í samfélagið að þetta sé ekki traust peningastofnun. Þeir eru að selja. Það er mjög alvarlegt. Þetta skerðir traustið á fjármálamarkaðnum almennt og í Bandaríkjunum það hefði verið tekið mjög harkalega á þessu og einnig í Bretlandi. Fleiri atriði, ég ætla ekki að tína það til en ég bara vona innilega vegna þess að þetta er mjög merkileg fjármálastofnun, gömul og góð og ég vona sannarlega að þetta mál leysist með einhverjum hætti. Það er eins og ég segi, við ætlaði að taka til eitt og annað hérna. Agnes, ég ætlaði að enda á þér og það er þessi grein sem birtist í tímariti sem heitir Herðubreið. Hún lesa þessa grein? Já, ég las hana. Þetta tímarit datt nú reyndar inn í póstkassan en án þess að vera merkt mér og ég skil það nú ekki en að því að ég var ákveðin í því ég ætlaði ekki að fjárfesta í þessum tímariti 1000 krónur til að styrkja samfylkinguna vegna þess að ég er búin að heyra efnislegar upplýsingar úr þessari grein. Hún fjallar Styrmi Gunnarsson. Hún fjallar Styrmi Gunnarsson, ritstjóra og er nafnlaus greinin.
Hún nafnlaus. Eins og Staksteina. Hefurðu kenningum hver skrifaði hana? Ég hef mína kenningu. Ég tel í raunar að það skipti engu máli hver skrifaði hana. Karl T.H. Birgisson, hann ritstjóri og ábyrgðarmaður blaðsins, þannig að hann ber fulla ábyrgð á innihaldi þessara greinar sem linnulaus, óhróður, sleggjudómar og óþverri besta mann, sanngjarnasta og flinkasta ritstjóra sem ég á ævi minni kynnst og heitir Styrmir Gunnarsson. Skrifuð af yfirgengilegri vanþekkingu og andstyggð og ótuktarskap, þannig að ég tel bara að þetta hafi verið á mörkunum að vera birtingarhæft, en hins vegar segir þessi grein miklu meira höfundinn og útgefendunda heldur hún segir nokkuð tíman til Styrmi Gunnarsson. Og ég ætla bara að benda ykkur á það, bara vísa ykkur á það, og þetta nú það eina sem ég kom með printout eða útprent af heimasíðu þinni. Það sem þú vitnar í frábæra grein Jóns Baldvins Hannibalssonar sem hann skrifaði bekkjabróður sinn og vin, en jafnframt pólitískan andstæðing. Þannig ég ætla nú að benda á það og beina því til þeirra sem ekki sáu 24 stundir á þann 27. mars síðastliðinn, afmælisdag Styrmis, að lesa þessa grein. En ég ætla bara að fá að vitna hérna í eina setningu þar sem að hann lýsir þessum vini sínum í yfir hálfa öld. Það fer ekki fram hjá mér að menn eru að reyna að koma Styrmi vini mínum fyrir pólitískt kattarnef með slúðurburði og gróusögum. Til dæmis komið út herðibreitt tímarit til andsvars við þjóðmælgi þeirra Gissurarssona. Þetta fínt. Þarna komið vettvangur til að halda áfram rökræðum. Eina greinin í herðubreið sem nær ekki máli slúðrið Morgunblaðs ritstjóran. Svo kemur mannlýsingin. Við sem höfum rifist og rökrætt við hann í meira en hálfa öld vitum að hann rökfastur og fylginn sér, en hann hlustar og tekur rökum. Það eina sem hann þolir ekki yfirborðsmennska, hégómaskapur, látalæti og uppskapningur. Það gagnlegt að vita fyrir þá sem vilja reyna sig við hann. Og þetta ættu helbítarnir og minnimáttakennda reblarnir sem eru að skrifa og reyna að níða niður skóinn á honum að þarna kynna sér, af því þeir hafi ekki hugmyndum hvað þeir eru alltaf að dæma. Þú langar að skjóta því að ég tek undir hvert orð af því sem Jón Baldvin segir. Ég met og virði Styrmi Gunnarsson yfirleitt umfram aðra menn, þó að við höfum deilt og tekist á pólitík. Það er bara pólitík. Það er málið. En hvað með þetta frásögn til dæmis að þessu samtali sem á að hafa átt sér inn á skrifstofunni? Bara lygi. Og hvað gerir Hallgrímur Helgason, hinn heilagi rithöfundur? Veður fram í síðustu viku, heilög skylda mín sem rithöfundur. Að ljúga. Maðurinn viðurkenni sjálfur í þessari grein fyrir rúmri viku að hann fór fram með samsæriskenningu fyrir 3 árum síðan án þess að vita nokkuð hvort það væri satt eða logi sem hann sagði. En honum bar heilög skylda til þessi rithöfundur. Þá segir ég nú bara, come on, má ég þá freka biðja ábyrga og rólega fréttamennsku heldur en svona djöfusi slúður og ómerkilegheit. Mér finnst Styrmir fyrirgeðu hafinn yfir þessa umræðu. Já, þetta bara... það að sjálfsögðu. Ég hef ekki lesið þessa herðubreiðagrein, þannig ég get nú ekki Þú ert í aðdáendaklúbbi Styrmis? Þau eru í aðdáendaklúbbi Styrmis? Nei, ég er kannski ekki í aðdáendaklúbbi Styrmis, ég ætla ekki að fara að fjalla hann hérna sem persónu. Það var gert í þessari grein. Þessi grein allavega... Það sem vakti athygli mín að hún ekki með setum, en Karl T.H. Birgisson skrifa setur. Eitt að lokum það. Vegna þess að það er stundum gott að fela sitt eigið identitet með því að breyta rithátt. Kannski skrifar hann setu þegar hann skrifar undir nafni, kannski skrifar hann setulaust þegar hann skrifar nafnlaust. Það að skrifa undir Staksteina. Nei, þetta vel við hæfi að drottning íslenskra fréttaskýrenda Agnes í að ræða þetta mál, en við allavega eru þeir reyna þarna í þessu blaði að vera með einhvers konar fréttaskýringu og ég ætla ekki að leggja mat á það hvort að hún sé góð eða góð ekki. Ertu búin að lesa hana? Nei, ég er hins vegar búin að lesa áframhaldið umfjöllunum þar sem mér finnst skipta meira máli í þessu. Ertu búin að lesa hana? Ég spyr. Ég segi nei. Já, þá getur ekki lagt mat á hana. Nei, það sem ég sagði bara, ég ætla að segja og segi þessu. Bara við húsnæði. Það sem ég bara segi þessu, mér finnst hins vegar svolítið óþægilegt að þessi spurning, og nú ekki að tala Styrmi Gunnarsson, það fara meira enginn þess að hallmæla þeimali, að mér finnst svolítið óþægilegt að Þorsteinn Pálsson skuli ekki hafa svara Karli T.H. Birgissyni í blaðinu já eða nei. Hann svaraði á eyjunni. Mér finnst Þorsteinn með því hafa opnað á það að það kynni að vera sannleikskorn í því sem við ræðum. Þetta er bara rangt og þú ert bara að fara í þarna fótspor rógsperana. Hann svaraði á eyjunni og staðfesti að yfirlýsing Styrmis Gunnarssonar sem þar birti væri rétt. Þetta er búið. Takk fyrir. Agnes, Árni, Sigurður, Hallur, takk fyrir að koma. Ég ætla að fjalla eins og gamla bæn.